hlustaðskotnar og velkomin í Gamesýruna númer 2 í dag. Það ennþá 9. júní og það þriðjudagur. Það eitt sem langar að ávarpa og það snertir á Jeremy Corbell. Fyrir ykkur sem ekki vita hver hann er rannsóknarblaðamaður með talsvert vægi, mikil þunga inn í UFO málaflokknum. Hann hefur unnið náið auðvitað með þingmönnum ásamt George Knapp, lærmeistara sínum sem allir ættu að þekkja. Hann gaf nýverið út, hann gerði heimildamynd sem hann var að gefa út sem heitir Sleeping Dog og þar kemur fram að hann búi, sem sagt, hann sé með gríðalegt magn af upplýsingum. Myndbönd, myndir, skýrslur, frásagnir, you name it. Talsvert af þessum myndböndum sem stríðsmálaráðuneytið búið að vera að leka út núna upp á síðkastið kemur frá Jeremy Corbell. Altså gegnum í rauninni fólk sem hefur leitað til Jeremy. Hann sérst milligöngumaðurinn. Hann setti núna, hann búinn að fá upp í koka á þessu, segir hann. Og við gerum ráð fyrir því að hann sé að sinna þessu af heilindum, ok? Hann setti fram yfirlýsingu þess eðlis að hann vill meina að Bandaríkin standi, eða bandarísk stjórnvöld standi núna bara frammi fyrir bara, því að þurfa að fara að taka ákvörðun. Mikilvæga ákvörðun varðandi upplýsingagjöf UFO. Samkvæmt því, þá muni næsta opinbera birting stríðsmálaráðuneytisins þurfa að taka á þeim atriðum sem hafa verið rædd opinberlega undanfarin ár, þar á meðal meintum rannsóknum og endurgerðri eða reverse engineered tækni úr sem sagt óþekktum eða ójarneskum faratækjum, mögulegum sem sagt uppruna þessara faratækja og fullyrðingum biologics eða líffræðileg sýni. Og það auðvitað tengist, sem sagt, hann er að vísa til vitnisburðar auðvitað, sem þetta allt byrjar, til vitnisburðar David Grush sem að hann sem sagt fór með hann 2023 fyrir þessari frægum vitnaleiðslu sem ég hef oft vísað í. Og sem sagt frammi fyrir Bandaríkjaþing. Og það skal tekið fram, hann er að Jeremy Corbell, hann er í rauninni núna, hann er að hóta bandaríska djúpríkinu að birta þessi gögn. David Grush sagði í dag á þessum fréttamannafundi, hann var spurður hvað bandarísk stjórnvöld viti af mörgum típum af gemmurum. Hann nefndi 4. Hann talaði mjög hratt, en ég er búinn að taka þetta saman. Þetta ég ætla að reyna að bera þetta rétt fram. Corporeal, það er efnislegur, hefur líkamlegt form, semst ekki andi eða eitthvað svona rein orka, þetta er ekki eitthvað ljósvera. Bipedal, sem sagt tvífætt, gengur á 2 fótum. Sensate, skynjandi, hefur skynfæri eða meðvituð umhverfi sitt. Og plasmoid, lífvera og plasma, eða plasma líkri að veriðist efnasamsetningu. Þetta er oft notað í vísindaskáldskap verur sem eru ekki byggðar, sem sagt, út frá venjulegum frumum, eins og við kannski þekkjum sem hefðbundi líf hér á jörðu, og þarna komu þetta bara ljósverur inn og plasmanettir og allir þessir orbs og svo framvegis. Hann heldur þið fram, hann segir sem sagt, hann Jeremy Corbell, hvað segir hann hérna? Já, hann sagði einnig að upplýsingar líffræðileg sýni og mögulega mannlega vitund, eða lífverur, hefði verið hluti af þeim gögnum sem hann hefði fengið vitneskju og hann segist búa yfir þessum gögnum. Og þessar fullyrðingar hafa vakið mikla athygli, en sem sagt, þær eru umdeildar og þetta hefur ekki verið staðfest með neinum opinberum hætti, sem sagt, af bandarískum stjórnvöldum, obviously, en sem sagt, Jeremy Corbell segir hérna, hann heldur því fram að forseti Bandaríkjanna hafi vald til að fyrirskipa leyniþjónustu og öðrum stofnunum til að birta upplýsingar sem tengjast þessum rannsóknum. Og hans mati er ekki nóg að lofa auknu gegnsæi, raunverulega upplýsingagjöf þurfi að fylgja í kjölfarið. Hann hefur þá sett fram þessa afstöðu að næstu skref stjórnvalda muni ráða miklu traust almennings til þess hvernig þessi mál eru meðhöndluð. Hann, og hlustuði nú, hann segist hafa sérstakt kerfi sem hann er búinn að byggja upp sem hann nefnir einmitt Sleeping Dog sem hefur verið undirbúið sem viss öryggisráðstöfun. Þetta er svona dead man's trigger hálfgerður.
Hann er semst að hóta þeim að ef næsta dropp frá stríðsmálaráðuneytinu innihaldi ekki eitthvað konkrétt UFO og geimverur, þá verður umfangsmikið safn hans, sem kom fram í þessari heimildamynd, skjala og upplýsingum, dreift til fjölda blaðamanna allan heim og hugmyndin að baki slíku fyrirkomulagi er að engin einn aðili getur komið í veg fyrir mögulega birtingu af gagnanna ef ákveðnar aðstæður skapast. Það er semst bara á seint. Hann er búin að setja á stað einhverja atburðarás þar sem að það eru bara hundruðir fréttamanna út allan heim sem eru bara tilbúin til þess að birta leið og eitthvað gerist, einhverjar aðstæður skapast eða hann segir til. Corbell hefur nefnt stofnanir á borð við CIA, FBI og ODNI í þessu samhengi og hann telur þar búi yfir upplýsingum sem almenningur eigi rétt á að hafa aðgang að. Þetta er náttúrulega bara hótun. Veist, ef satt reynist, ef Jeremy Corbell er ekki ef hann er ekki hluti af þessari stýrðu uppljóstrun, ef hann er raunverulega rogue cowboy, þá er þetta alvarlegt mál. Þarna er hann í rauninni að stilla stjórnvöldum og Trump upp við vegg. Hann er í rauninni að segja, ef þið birtið ekki þessi gögn, þá geri ég það. Og svo þá bara eftir að koma í ljós hvað úr verður. Mér fannst mikilvægt að koma þessu til ykkar varðandi þessar 4 típur af geimverum, hann nefnir þarna, þetta er ekki beint típur, þetta eru meira bara svona gerðir eða svona einkenni. Dr. Eric Davis sagði í maí fyrir ári síðan sem undirbúningur að vitnaleiðslunum sem voru haldin held í 9. september síðastliðin, þá var svona undirbúningsmálþing þar sem að Dr. Eric Davis sem er hátsettur þetta er starffræðingur og eitthvað svona quantum sérfræðingur innan NASA og leyniþjónustunnar, eldri kall með mikla sögu. Hann sat þetta málþing og hann var í, það var verið að fara yfir þessi mál með honum og hann sat þarna við hliðin á þingkonunni Anna Paulina Lune og hún spurði hann einmitt út í þetta og hann taldi upp þarna, þetta var bara sýnt í beinni útsendingu, 4 típur af ómennskum verum sem bandarísk stjórnvöld, djúpríkisdeildir stjórnvaldsins í Bandaríkjunum höfðu kynni af, höfðu átt bæði samskipti við beint eða óbeint og hann talaði þetta sem insectoid sem er svona skriðdýrsverur, hann talaði reptilians sem eru svona eðluverur. Hann talaði tall whites eða the Nordics. Þessi oft, sem ég vilja meina að þetta sé ekki sama típan af verum, en ég veit það ekki alveg. Þetta er náttúrulega allt bara einhverjar ályktanir og ágiskanir, en tall whites segjum það, og svo er það the greys. Þetta segir hann bara í opinberu málþingi við sitjandi þingkonu og enga smá þingkonu, þungavíkta þingkonu, Anna Paulina Lune, og hún alltaf bara hlustaði þarna. Og bara var eiginlega bara svo lítið hissa á að heyra þetta. En þetta er staðan, og þetta er bara, þetta undirstrikar það sem ég sagði núna í síðasta þætti, þessi fréttamannafundur í dag, þótt hann hafi nú ekki uppljóstrað miklu í bland við þessar hótanir Jeremy Corbell, þær gætu leitt til þess að war.gov birti allt í einu eitthvað sem að mögulega getur verið eitthvað bitastætt. Ég sá einnig færslu í dag svona rétt í lokin. Það var maður sem að hélt í fram að við munum fá að sjá einhvers konar gögn raun eðli og tilvist þessara ómennsku vera, þessara geimvera. Við fáum að vita það. Við fáum að vita staðfesta tilvist þessara fljúgandi furðuhluta.
En hvað varðar tæknina, the propulsion system, þessa andsegulaflstækni eða hvað þetta nú sem beygir tíma og rúm, það mun aldrei verða gert opinbert, allavega ekki í nánustu framtíð, því þarna sitja vopna og varnar tækja og tóla framleiðendur, háttækni iðnaðurinn, þarna sitja verktakarnir sko pikkfastir og þeir hreyfa sig ekki, þeir birta þetta ekki. Já, hljómar ekki vitlaust. Ég myndi líka örugglega gera það sama ef ég væri þeir, eða hluthafi í svona fyrirtækjum. Herrarskurnar, þetta var allt og sumt. Mér langaði bara rétt að dömpa þess á okkur svona rétt fyrir svefnin, svona fyrst að klukkan ekki orðin 11. Elska ykkur, namaste.